Þetta 13 stiga þægilegur, öruggur allavega, sigur í lokin á toppliði Keflavíkur. Þetta hlýtur að vera kærkomið. Já, algjörlega. Ég sagði við baðleitarna á vellinum að þetta tilfinningin sem við þekkjum og við viljum. Og þegar við fáum loksins núna í dag framlag frá öllum og erum einbeittir alla leiki, varnarlega, að þá erum við og verðum góðir. Og við veitum það, þetta hefur tekið smá tíma hjá okkur og mun taka lengri tíma. Örugglega lengri en hjá flestum öðrum og nú fáum við nýja mann inn og Kristó kemur inn og við höfum þessar 2 vikur til þess að æfa almennilega, bæta okkar leik og við erum bara, sigla í þá átt. Eins og þú segir, mikið bras á liðinu á síðustu dögum, menn eru að fá inn Bandaríkjamann, ykkar, svona öllu öðru jöfnu, ykkar besti íslenski leikmaður hefur verið átt líka. Hvað þurfum að gera á þessum 2-3 vikum núna í hléinu til þess að ná að slípa ykkur saman? Það eiginlega bara að fara tilbaka í það sem við vorum að gera í byrjun. Það var náttúrulega svolítið og hefur verið bara, erfitt. Við vorum auðvitað að spila mikið, margir og rotationu þannig að við vorum að, sérstaklega ég og fleiri sem að kannski uppleggið var kannski ekki alveg að maður myndi vera í alltaf 25 einhverjum mínútum í leik og spila þétt og svona, þannig að það hefur verið að sjálfsögðu haft áhrif á okkur og lítill líka tími á milli til að stilla saman strengi og ég meina Bílíts hefur verið nánast haltur í öllum þessu leikjum hingað til. Flottur í kvöld. Já, rosalega flottur og hvíldi smá núna, fekk að hvíla smá fyrir þennan leik og gott treatment, þannig að það var allt annað að sjá hann, þannig að það hefur, ég meina þú veist það við erum ekkert að fara að gera einhverja rósir með hálfliðið mitt að sjálfsögðu, við vitum það, þannig að við reyndum allavega að fókusa það, við erum ekki að berja sjálf okkur alveg of mikið niður og reyna að halda bara í trúna á það sem við erum að gera og það sem við ætlum að gera aðalega og reyna að halda þessu léttu þó að það hefur verið mjög erfitt á köflum, þannig að það er bara, við höldum fast í trúna að við verðum betri og klárum þetta mót sterkt. Kannski alveg að lokum. Eldri leikmennliðsins hljóta að vera sáttur með að fá þessa pásu núna eftir mikið leikjálag síðustu dag. Já, það er svona kannski leikjálag er eitt en ég er svo sem ekkert að kvarta yfir því en það okkar vantar þennan skorara sem að tekur pressun á okkar öllum hinum og þá hefðum við unnið kannski 2 leiki viðbót, myndi ég halda 2-3 kannski stólið Af hinum, með eitthvað svona delli skorara, þannig að það getur breytt dýnamíkinu svo mikið og tekið pressun eins og ég segi og dreift mínútunum betur, þannig að þetta hefur verið svona svolítið limbo hjá okkur en nú er það komin og við förum inn í pásu og slípum okkar leik og það er helviti gott en ég meina leikjálið, þetta er bara, ég held að hafi bara flestir gaman af því að spila sem flesta leiki. Það er gott og það er góða við það kannski maður er komin í helviti gott svona leikform á 40 aldri. Til hamingju með sigurinn aftur og takk fyrir.